Já, ég komir hérna inn í bæjargöngin á gamla bænum í Laufási, gamla pressetrinu. Þetta voru reyndar höfðingjasetur, ekki kannski dæmigert íslenska torfbæi eins og þeir voru hjá alþýðufólks í gamla daga. En leikarar og starfsmenn hjá Leikfélagi Akureyrar voru hér í dag að reyna að fanga aðeins ilminn frá fyrri öldum. Þau eru að undirbúa að setja á svið gullnahliðið sem Davíð Stefánsson samdi á sínum tíma og margir, ekki síst svona eldri menn sem muna fyrri uppsetningar hjá Leikfélagi Akureyrar hafa dáð og dýrkað. En nú er spurningin hvernig ungur leikstjóri ætlar að nálgast þetta verk. Reyndar sagði hann mér áður en að viðtalinu kom að þetta væri sitt uppáhalds leikverk. En hvernig ætlar hann að nálgast gullnahliðið í uppsetningu hjá Leikfélagi Akureyrar? Einmitt þessi 40 ár og öll hin sagan og Davíð Stefánsson og Akureyri og þetta allt hangir svo mikið saman. Og amtbókavörðurinn Davíð átti heima í samkomuhúsinu þegar amtbókasafnið var þarna. Þannig að þetta allt svolítið mikil hefð sem hefur verið að gera þegar maður tekur gullnahliðið. Og sko, maður þarf að vera sannur því. Við komumst ekkert burt frá því í svona verkum og þau segja okkur svo mikið okkur, hvaðan við komum, svo að segja. Og svo það er svo skrítið, það er ekki mörg íslensk leikverk til sem fólk hefur ofboðslega skýri hugmynd hvernig á að gera. Við eigum ekkert langa sögu við leiklist eða leikbókmenntir, en hér alveg þegar það ber niður gullnahlið þá veit fólk alveg upp á hár hvernig á að gera þetta. Og það er auðvitað, og það er svo skrítið, og svo er aðrir sem vita ekkert þetta, af því það er orðið 40 ár sko. Hefur þú þá ekki úr dálítið mörgum möguleikum að velja? Jú, ég var svona fyrst að hugsa þetta, allt í einu var þetta svo stórt fyrir mér og leikhús er orðið svo breytt fyrirbæri. En svo einhvern veginn, ef maður hlustar á leikritið, ef maður hlustar eftir hvað er í því, þá krefst það ákveðna hluta. Og það er þetta uppgjör, þessar kerlingar við líf sitt, við mann sinn Jón, sem er kjarninn í þessu og maður kemst ekkert út úr því. Við skilst að þú færir með hlutverk Jóns bónda. Já, það er rétt. Og við varum að frétta það nú bara eiginlega áðan. Og hvernig er þér á? Bara mjög vel, mjög skemmtilegir. Skemmtilegur karakter, svona gamaldags íslenskur bóndadurgur sem að svona anda við bjart í sumarhúsum sem að hefur kannski ekki breytt rétt allæfi en er þó allan það er eitthvað í konunni sem telur að hún sé við bjargandi einhver leiti. Þannig að það verður gaman að takast á við svona drullusokk og gera mannlegan. Ég hlakka mikið til. Við vorum bara að fá þetta uppgefið núna áðan hérna á baðstofaloftinu og þetta er bara mjög spennandi ferðalag og líka spennandi að sjá hvernig Egill ætlar að svona taka á þessu leikriti og þetta verður svolítið svona ferðalag hennar inn á við. Hún er svolítið að glíma við eigin púka. Það verður spennandi að sjá hvernig okkur tekst að matreiða það. Hefur þú trúið því að kallið sé það góður í sér og nei erindi í himnaríki? Ég trúi alltaf á það góða sko. Ég er svo sammálasæri kona að það hlýtur að vera að bjarga honum einhvern veginn. Mér langar aðeins að taka þessi Davíð gefur hann skrifar flottan prólógus að þessu verki. Hér verður grýttur götu slóði rakin og gömul kynslóð upp frá dauðum vakin. Svo þeir sem ungir eru megi skilja hið innra stríð sem liðnir tímar dylja, því þar á trúvor ef að líkum lætur, í leyndu djúpi sinnar megin rætur. Aldirna líða, kynslóðirna hverfa, en hvað er það sem börnin erfa? Þannig að þessi spurning sem að hann er að velta fyrir sér, held ég að þetta eru hlutir sem við erum ennþá að glíma við. Það er í okkur element af nýlendukúun og ákveðið tráma eftir það sem birtist okkur Íslendingum oftur á mjög skrítin máta, sérstaklega gagnvart einhverju utanfrá og framandi og svo sjálfur Jón þegar hann hitti framandi Lykla Pétur og Pál, þá rífur hann kjaft við þessa menn og gerir sér stærri, það verður þessi belgingur og það er ástæða fyrir þessu. Og sama með allt líferni Jóns, þessi gríðalegi, þegar maður les á milli línanna og bara það sem sagt er að það var heimilisofbeldi, það var drykkja,
það gerist afbrotamaður og allt þetta af einhverju neyð, einhvern veginn svona þetta af einhverjum aðstæðum sem skapa þennan brest í Íslendingum. Og það í þessu verki viss allegóría og það svona viss svona epísk frásögn og stærri frásögn. Það lagt af stað í eitthvað andlegt ferðalag, yfirnáttúrulegt ferðalag og þannig reynt að afhjúpa eitthvað sálarástand. Og ef maður skoðar þegar verkið skrifað 40, að þá Davíð maður sem fæddur fyrir aldamótin og þessi fyrstu kynslóð listamanna sem eignust, Kjarval og Halldór og Davíð og þetta verða atvinnu listamenn svo að segja. Og þeir að benda okkur ákveðna vaxtaverki það verið að taka eitthvað stökk sem við erum engan veginn búin undir Aðalbjörg Árnadóttir, mér skilst að þú sést með þín 7 hlutverk. Já, ég held að ég var að reyna að telja þetta og mér sýnist þetta að vera 7 og þetta eru bæði konur og kallar allt frá grasakonum upp í sýslumenn og Líkla Pétur. Held ég að leika hann líka. Það heldur að verða hægt að segja þegar þú verður búið með sýslumannshlutverkið, já svona eiga sýslumenn að vera. Já, þetta var allavega skemmtilegur eða áhugaverður sýslumaður, vona ég hefði sagt. En ég eiginlega mest spæld, ég var að vona að ég fengi að leika bóndan, af því þá myndi ég feta í fótspor Þráins Karlssonar og mér svo vel við hann, þannig að ég hefði viljað leika hlutverkið hans og gera það vel. En þetta við Hilmir erum svolítið saman í þessum hlaupum, Það eru sem sagt handagangur í öskjunni að baka til að skipta búninga alla sýninguna. Já, ég ekkert viss að verði baka til. Það gæti nú verið að yrði bara fyrir augunum á fólki, en það kemur í ljós seinna. Þetta verður spennandi. En ef ég man rétt í rullunni þá talað ekki þann svarta heldur óvinnin. Getur það passað? Já, það svolítið flott. Gefur manni tækifæri til þess að skoða þetta svolítið og af hverju hann kallaður þetta og við erum svolítið búin að vera að rýna í þetta og hann svona óvinnur þeirra hjóna og þessara leiða sem hún að reyna að feta kettlingin og svona hefði myrka í sálinni skulum við segja. Skulum segja svona að tónlistin fær verði á SS, við ætlum að leyfa okkur að fara aðeins aðra leiðir með þessa tónlist og það eru tvær tónlistakonur sem ætla að vera með okkur og verða með okkur á sviðinu, þannig að það lifandi flutningur og tónlist og við bætum við tónlist úr þeim tónlistarheimi sem varð í kringu Davíð sjálfan af þeim ljóðum sem hann skrifaði sem eru í verkinu og önnur og þannig leyfum við því að smita okkur. Þannig að tónlist áttur að skipa stóran sess í þessari uppsetningu. Þetta verður spennandi og hvenær má svo búast við frumsýningu? Hún strax þarna upp á miðjum janúar, þannig að nú höfum við stuttatíma og svo eru öll jólin og allt þetta áta eftir og svo þurfum við að ná okkur aftur í hungustemningu áður en við opnum fyrir áhorfendum.